Fyrir mér skiptir staðsetningin mjög miklu máli af því að hér á campus þá get ég bara fengið að vera svolítið í friði. Ég þarf ekki að vera fastur í umferð eða þarf ekki að skafa bílnum á morgnana eða neitt þannig. Ég vildi ekki fara endilega í háskóla á höfuðborgarsvæðinu af því að það miklu meira sem truflaði. Þú ert hérna, þú ert svolítið út í sveit, í rólegheitum, það ekki mikið að utanaðkomandi truflunum. Ég vildi flytja í sveitasælu. Ég er með náttúruna út í garði hjá mér, ég er með hraun út í garði. Vilt birki og þú lítur í kringum þig og það bara fjöll og þetta bara yndislegt umhverfi. Það allt á staðnum. Þú ert í litlu samfélagi, það eru allir tilbúnir að hjálpa öllum einhvern veginn. Það búð á staðnum, það rækt, þú getur farið í íþróttir og það alls konar afþreying sem þú getur fengið og falleg náttúra náttúrulega líka. Síðan campusinn, hann hefur náttúrulega það sérstöðu líka að maður kynnist fólki rosalega vel og öðlast með djúpt og gott tengslanett. Þannig ég ákvað bara, sækja nám, sótti leikskólapláss fyrir dóttur mína og talaði við skólann, ég fekk íbúð. Svo bara ákvaði ég að flytja hingað og þetta án gríns besta ákvörðun sem ég hef tekið hingað til. Dóttir mín, hún blómstrar. Leikskólinn, þetta svo persónuleg þjónusta og góð þjónusta. Skólinn líka. Ég tala nú ekki að maður þarf ekki einu sinni að eiga bíl, sko. Félagslífi campus, það bara gerir alla á svæðinu mjög svona nánari. Maður heilsar öllum með nafni og bæði nemendum, kennurum og öðrum sem eru við skólann. Ég byrjaði í fjarnámi og það tók ekkert margar vinnuhelgar fyrir mig til þess að kynnast umhverfinu hérna. Og ég man alveg eftir held ég aðra vinnuhelgina þegar ég kem aftur heim og býð þá í Reykjavík. Þegar ég kynni þessa hugmynd fyrir konunni minni. Hugmyndin var bara að slá til og flytja upp á Bifröst. Því að það væri paradís á jörð til þess að búa með fjölskyldu og fyrir þá sem ætla að stunda háskólanám og búa í góðu umhverfi fyrir börnin sín.